Þegar að húsnæðið er hannað, gleymist stundum að spá í bergmál, glymjanda eða hljóðvist. Flísar eru á gólfum, gifs í loftum og stórar rúður í gluggum. Þá verður oft til mikill glymjandi og fólk fær höfuðverk eftir nokkrar mínútur inn í þessum rýmum. Þetta gleymdist einmitt í þessu húsnæði sem var gert upp fyrir nokkrum árum. En þetta er hægt að laga. Ólafur Danielsson er byggingaverkfræðingur hjá Eblu verkfræðistofu. Ólafur, hvað er það sem að þið gerið? Já, það sem við gerum er að við framkvæmum mælingar í rýmum sem þessum. Þetta er algengt vandamál, þessar aðstæður sem þú varst að lýsa hér áðan. Og það sem við byrjum á að gera er að kortleggja hvernig hljóðvistin er í rýminu og það gerum við með hljóðmælingum. Þá mælum við ómtímalengd. En ómtímalengd er mælikvarði á það hversu lengi hljóð ómar í rýminu. Þetta er svona í daglegu tali nefnt glymjandi og einmitt veldur höfuðverk eins og lýstir áðan. Þannig að það sem við gerum er sem sagt við mælum glymjandan og í kjölfar á því þá gerum við útreikninga til þess að sjá hvernig við best bæta úr ástandinu. Við komum með svakalega græður, hérna stórt svona boombox eða hátalara og svo hljóðnema og mælitæki og ekki bara láta vaða að prófa þetta. Gerum það. Já, Ólafur, hver er niðurstaðan? Getum við síðan svona í fljótu bragði? Svona það sem við sjáum núna úr mælitækjunum er að hér er að svona hátíðnin sem er frekar að valda ónæði heldur en látíðnin en þetta sjáum við betur þegar við erum búin að vinna úr mæliniðurstöðunum í tölvunni og gera reiknilíkan af rýminu. Þá sjáum við nákvæmlega hvert vandamálið er og hvernig við best leysa það. En eru þessar mælingar nauðsynlegar? Er ekki bara nóg að henda upp einhverjum hljóðeiningarandi plötum í loftið eða mottum á gólfið? Það getur stytt dómtímann, vissulega að gera það, en það sem er mikilvægt í þessu samhengi er að tækla vandamálið þar sem það er mest. Þannig að með því að kaupa eitthvað efni, hljóðísóðandi efni og setja inn í rýmið, að þá gætu við verið að stytta dómtímann þar sem hann er ekki endilega vandamál. Og þannig getum við jafnvel verið að ágerja vandamálið. Það er svona mikilvægt að vita nákvæmlega hvaða tíðnir það eru sem eru að valda mestum óþægindum og finna þá efni sem er virkilega að vinna á þeim tíðnum. Nokkrum dögum síðar förum við á fund Ólafs og Kristrúnar, en hún er hljóðverkfræðingur. Það er komið að því að fá niðurstöðurnar. Já, Ólafur, þá er búið að mæla þetta út og reikna. Og hver er niðurstaðan? Niðurstaðan er svo að ómtíminn, hann er heldur of langur í miðtíðnum og efri tíðnum og því þarf að finna góða lausn sem að einmitt vinnur á þeim vanda. Hvað leggur til að verði gert á þessum stað? Við skoðum þessar lausnir með eigandanum og horfum þá bæði á útlit lausnana og svo virkni gagnvart hljóðinu og það sem okkur leist best á var að nota panela sem að fara í loftfletin, þá 5 stykki af stórum plötum sem eru festar upp í loftið. Og þú vilt meina að það verði hægt að halda barnaafmæli í 2-3 tíma eftir að búið að setja þær upp? Jafnvel lengur. Já, það var komið að því að festa upp þessar 5 plötur sem að Ólafur Danielsson mælti með að við myndum setja þetta í rýmið til þess að minnka glymjandan. Og þetta eru plötur sem eru 120 og breitt, sinu 240 og þið sjáu hérna á endanum, þær eru svolítið þykkar. Við festum það þannig upp, við byrjum á því að setja svona vinkla eða setur eða krækjur, skrúum það niður með svona gormum og síðan festist þetta í loftið og sjáu þið, svona virkar þetta þá. Þegar það er búið að festa þetta upp í loft og þetta ofan á plötuna, þá krækjast svo bara plötunar upp á. Þetta er eina festingi sem þarf og þetta nægir alveg. Það þarf ekki að skrúa plötunar upp og festa þetta þannig að það eru lausar ofan á. Og ef það þarf einhvern tímann að mála loftið, þá er ekkert mál að húkka plötunum af aftur. En mjög mikið atriði að þegar við förum að setja plötunar upp, þá notum við svona hanska. Vegna þess að þessar plötur eru þannig, það má alls ekki mála þær og það má alls ekki skýta þær út. Þannig að við förum í þessa fínu hanska, enda báðir næstu því kannski tilvonandi einhvern tímann frímúrarar. Nei, þetta er svona frímúrarreikningar. Og þetta er það sem maður setur á sér áður maður getur komið við þær. Og það er smá skítur hérna á þessari plötu
Þannig að það er spurning að kíkja hana hinum megin. Það eru alveg eins báðum megin. Og ég fæ nú kannski Eirík til að hjálpa mér hérna eftir þegar snúinni við. Og þá sjáum við betur hinum megin hvort hún sé ekki í lagi. Ef hún er í lagi hinum megin, þá skrúum við þessar festingar á, 30 cm frá enda, sikkur enda og eina í miðjuna. Þannig að það eru 3 festingar á hverri plötu. Þá er næst að festa plötunar upp í loftið. Þær eru ýmist staðsettar á mitt loft eða milli ljósalína. Allur gangur á því. Þetta heita svona gifssníklar. Þeir eru til úr plasti og úr áli. En ég kýs frekar að nota þessa úr álinu. Vegna þess að þeir eru sterkari og halda meiri þyngd. Sérstaklega þegar það er sett svona. Eins furðulegt og það kann að hljóma, þá fundum við strax mun í rýminu þegar að ein plata var komið í loftið og þá eru 4 eftir. Hér kemur pröfan frá Eblu, enskur tölvuþulur fyrir og eftir uppsetningu á plötunum og heyriði munin. Acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. In doing so, he became the founder of modern acoustical engineering. He went on to design the acoustics of Boston Symphony Hall, still considered one of the best halls for music in the world. Allt annað líf, algjör óþarf að mæla þetta eitthvað aftur.